höldum við áfram hér í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni hérna á annarri hæðinni Eymundsson við göngugötuna og næst einmitt komið að því að tala bækur vikunnar og reynda líka aðeins risa afmæli. Já, 140 ára. 140 ár. Eymundsson. Bóksali síðan 1872. Þannig að það bara stór veisla á morgun í bara nánast öllum Eymundsson-veislinum. Já, þannig að það verður bara húllum hæ á morgun. Sömu kennitölu í 140 ár? Nei, ég er að djóka. Við ætlum að góða kannski nánar því á eftir hvað verður að vera hérna. En við ætlum að fara að tala bækur vikunnar. Byrja á henni Auði Övu Ólafsdóttur sem við erum nú öll búin að minnstakosti lesa stærstum hluta. Já, bara frábær bók, algjörlega og svíkur ekki, ég er náttúrulega mikill aðdáandi hennar og hún lesa hina bækurnar hennar og þessi hún gefur ekkert eftir. Þarna er hún svolítið komin aftur í sambandsslit, þannig að tekur svolítið á því og já, snertir svolítið. Ég er svolítið, þú varst með bækur hérna daginn eftir hana sem var svona, að því hún virðist ekki hafa verið lyft mikið upp á Íslandi hingað til. Nei, sem er skrítið sko. Sem er mjög skrítið, þetta er fyrsta bókin sem ég les eftir hana og ég bara kolféll fyrir henni. Og kannski gæti þetta verið jafnvel kafli í bókeftirinn en ég les gjarnan í baði. Já. Allar að segja þetta. Og ég las þess og las og gæti ekki hægt og svo stóð ég upp úr og kláraði þetta og fatt að ég hefði gleymt að þvo mér. Já. Ég var það spenntur. Það er náttúrulega bara frábær meðmæli með bókinni. Það eru frábær meðmæli að vera bara skítugur eftir lestur. Það er góð að ég gleymdi að þvo mér. En hún er æðisleg. Hún grípur bara frá fyrstu blaðsíðu, þá bara að því að stundum eru bækur svolítið svona, maður er aðeins lengi í gang, en þarna hún fer bara strax í gang. Hún er í bæði, hún er eitthvað svo kvenleg, hún er yndisleg, hún er orðaforðinn er svo skemmtilegur og þetta er svo, maður er svo með henni í bæði. Svo fallegur texti. Þetta fjallar konu sem að, þetta byrja bara strax að maðurinn er að fara frá henni fyrir annan mann. Já, fer til Flóka. Sem heitir líka Flóki. Og hún nefnir spyr sig sjálf eins og hún gerir oft í bókinni af hverju og hvort að eitt dæmið var kannski að því hann heiti Flóki, hvort það tekist nafninu. Já, það er glatað ef maðurum hans fer frá manni fyrir annan mann, það er einhvern veginn, og þeir heiti síðan báður sama nafninu, það er eitthvað svo... Báður starffræðingar líka. Já, og báður starffræðingar. Já, hún er svolítið að náttúrulega grafa sig niður í þetta, af hverju er hann að fara og þetta, hann ætlar ekki að eyða ævinu með henni, sko, þau klára ekki þetta barnauppeldi saman og hann svolítið skilja hana bara eftir, hann bara fer, þannig að þessi bók fjallar fyrst og fremst finnst mér framhjáhald. Já, gerir það. Framhjáhald er bara... Að einhver liti en mestmengnis framhjáhald, sko. Og hvað maður getur orðið kannski blindur í lífinu? Já, algjörlega. Því hann er búinn að fara svolítið á baku hennar. Þau eru búin að vera í 11 ár. Og svo er náttúrulega önnur persóna í þessari bók sem heitir Perla, sem er algjör perla. Sem er æði. Já, veist dvergurinn í kjallarnum. Já, og eins og kemur fram í lýsingunni á bókinni, hún er sálfræðingur. Og skáld. Og skáld. Á aldrei neitt í ískapnum. Æðisleg. Hún á kannski á smá ískapnum, en hún þarf svolítið samt að fá lána hjá nágrannakonu sinni. Hún á kannski bara myntiblöðin í réttin, ekkert annað. Nei, en býður í mat. En þeirra samræður eru eiginlega stórkostlegur partur í þessari bók. Það er margar samræður og þær eru aldrei að tala saman hlutin beint, en samt náðar. Já, þetta er skildilesning, sko. Þetta er eiginlega bara skildilesning. Þetta er bara ótrúlega flott bók. Hún er yndisleg og það er eiginlega bara hægt að mæla með henni fyrir alla, líka, sko, að því ég veit að allan eins og ég, menn í baði, konur sem að yfirleitt lesa bara úlingabókmyndir og einhverja rómantík, þá er hún alveg málið, sko. En svo við tökum ekki öllum tímanum í Auði þó okkur langi, þá kannski tökum við bara meira spjallamann á eftir. Þá tökum við hina Auði. Þá tökum við hina Auði. Ósjálfrátt. Frábær bók. Þetta hún er að skrifa sjálfa sig og hún er bara í mikill baráttu við sjálfa sig í mörg ár. Og fer ung vestur á Flateyri, bara 2 vikum eftir snjóflóðin og lendir í því að giftast 20 árum eldri manni. Já, lendir í því. Lendir í því. Og hún er barnabarn Halldórs Laxness og Auðar og þau setja svona svolítið fjölskyldusaga. Og mér fannst stundum
svolítið Nobels fjölskyldan, henni skellt upp á borð og hún svolítið kröfin, sko. Bara allsber upp á borð með öllu? Ég svo sagði mér nokkur sinnum og hugsaði bara, veist, má tala svona. Já, má tala svona bara. Engum hlíft þarna. Já, má opinbera bara. Og hún hlífir ekkert sjálfur sér heldur í Hún hlífir alls ekki sjálfur sér, hún og amman eru ofsalega nánar, það ekkert fyrir mikið af hann, en það bara, þetta svolítið kvenleggurinn í þessari fjölskyldu. Það svona eins og sé að svolítið að skrifa sig kannski út úr svona þessu Nobels, það náttúrulega bara fjölskyldan greinilega búin að vera svolítið búin að hvíla þungt að þeim. En það eitthvað, sko, þegar maður búin að lesa margar bækur, svo opnar maður allt í bókina eftir Auði Jóns og eftir fleiri, þar sem maður allt í fæst bara, þetta rithöfundur með stóru R. Maður finnur það bara þegar maður að lesa bara orðinina, setningar og lýsingar. Rosalega flott, ég var mjög hrifin á þessari bók. Fyrir fram og tilbaka svolítið í tímanum, en það ekkert ruglinslegt, sko. Þannig að þetta önnur Auður sem fín. Önnur Auður sem Þannig að ef þið munið ekki hvori hvað, þá bara allt í það. Já, bara Auður. Fín að þessi. En gaman að segja frá því að ég var bara að lesa í blöðunum í morgun og þá að gera stuttmynd einn kafla, úr einum kafla í þessar bók. Já, sem Baltasar þar á ferð, já. Þannig að það lítur að smá kompliment. Já, ekkert smá. Og þá það Orustan fold eftir Davíð Þór Jónsson. Já. Þú varst náttúrulega búin að kíkja á hana. Já, ég las þessa bók og náttúrulega byrja maður náttúrulega með ákveðna fordóma þegar það kemur íslensk vísindaskáldsaga sem gerist á öðrum hnetti, á öðru tungli. Og það náttúrulega sko hann, Davíð Þór Jónsson og Helgi hjá Tind sem gefur bókinu út, þeir náttúrulega báðir mjög hugrakkir að fara út í þetta. Af því að það náttúrulega stór hópur sem elskar vísindaskáldsögur og svona gerð af vísindaskáldsögu hefur ég held ekki verið gefin út áður á Íslandi. Það náttúrulega verið gefið út fantasíubækur og svona gefið út bækur sem gerast öðrum hnöttum náttúrulega en þarna fer hann bara beint í formið, sem sagt vísindaskáldsögu formið og það bara erfitt að sko koma þessum heimi til skila. Og erfiðasti parturinn við þessa bók að útskýra heiminn, koma hún til skila til lesandans, segja hvað allt heitir, útskýra hvernig það virkar á þessum hnetti sko, því að það eru 40 og eitthvað ár síðan að þau fóru á þennan hnött sko frá jörðinni, gömlu jörðinni eins og hún kölluð og eru þarna búa þess að þarna á fold og þetta svona pólitík í þessu líka. Þau halda þessi ein en svo kemur í ljós að það eru risakóngular sem að fara að ógna þeim sem að virðast hafa einhverjar gáfur samt ekki af því að þær eru með hlífi skjöld á sér og svoleiðis sko og þetta er svona barátta við þær og barátta við kerfið og svona en sko ég las þessa bók og ég hafði alveg gaman af vissu leyti en hún er erfið í gang svo kikkar hún inn og aðalmálið bara að koma sér inn í heiminn kannski var bara of mikið af heiminum inn í honum þegar hún var að skrifa mér finnst ekki allir komast auðveldlega til skila þannig geta einbytt mér á sögunni strax. Nei. En þá skulum við tala aðra geimverur? Nei, jók. Megas. Hann frá öðrum hnetti, segir einhver. Þetta náttúrulega frábært að fá út þessa texta hans. Þetta náttúrulega bara ljóðabók. Þetta bara ótrúlegt rit. Textar frá 1966 til 2011. Falleg bók. Hann myndi náttúrulega ekki samþykkja sjálfur þetta væri ljóðabók, þetta náttúrulega textabók. Já, eða textabók, já. En fyrir okkur sem að sitjum heim og lesum þá þetta náttúrulega bara frábær ljóð, sko. Algjörlega. Og náttúrulega snilld að geta skellt svo disknum í og hlusta líka og þarna. Og yndislegt að hafa myndirnar. Já, myndirnar frábærar og svo bókin bara svo flott. Það eru svo flotta myndir af Megasi, það eru allavega 4 mismunandi kápur. Já, það líka svolítið skemmtilegt. Og bara æðislega myndir af manninum, sko. Við vorum nú að tala það, hann var bara eitthvað svo heillandi og sjarmerandi. Rosalega sjarmerandi. Já, okkur fannst hann æðislegur. Þannig að Við erum svolítið fallnar. Já. Ég var alltaf fallin fyrir, sko, en bara þessar myndir það einhvern veginn, já, Megas þarna á yngri árum, bara svakalega flottur. Og flottur. Og það líka, sko, hann einhvern veginn hefur bara haldið sínu striki alltaf í sínum stíl og hann hefur aldrei, finnst manni, farið út af leið á sínu ferli. Og margir tónlistamenn einhvern veginn farið út af leið og breytt sér og breytt til. Hann einhvern veginn heldur sér bara, hann bara stöður og þú einhvern veginn... Hann bara eins og hann og bara við tökum því öll einhvern veginn.
elskum hann öll. En það er það sem er. Þetta er eiginlega svona bók til þess að bara eiga. Já, þetta er og bara, grípa sko á góðri stundar þegar þið langar einhvern veginn bara svona að eiga. Ég held að þetta sé bara Biblían, Megas og svo eitthvað svona, eitthvað í hillu. Kaffi og hvort að ég taka Biblíun eða Megas. Það er rosa erfitt að velja. Tvisvar í mánuði áttu að eyða klukkustund með Megasi. Og njóta myndana í bókinni og þetta er æðislegt. Og líka fyrir þá sem hafa átt erfitt með að hlusta á hann og skilja hann í söng, að geta fengið hann bara hérna já, vera bara með hann þarna prenti, sko. Kynnast hann upp á nýtt. Já, algjörlega. Það er reyndar bara til þess að ljúka þessu með, það er frábært að fá tækifæri til þess að vera að kynna sér allar, þetta er ekki eitthvað sem ég hef allavega gert áður, að fara og alltaf kynna mér bara svona margar bækur fyrir jólin, en rosalega eru við nú rík samt. Já, og náttúrulega bara bókaútgáfa núna, hún er bara ótrúleg, sko. Rosalega mikið spennandi bókatillum. Fullt sem hann langar að lesa, margt svo vandað og... Já, við erum bara svolítið heppin, sko. Já, annarkveð maður er rithöfundur í þessu landi. Já, í rauninni. Ekki ég en hann. Sögueyjan eins og norðmennirnir kalla okkur. Og Einarsson bara vonandi heldur áfram að selja bækur í allavega 140 ára viðbót. Allavega? Já. Og hvenær á morgun? Á morgun er þetta hérna hjá okkur, byrjar 14:40, verða 3 rithöfundar hérna og við leggjum áherslu á barnabækur á morgun og allur ágóði af sölu barnabóka á morgun rennur til Barnaheilla. Já, einmislegt. Þannig að það verður 20% afsláttur á öllum bókum og hér verða 3 höfundar, Þorgrímur Þráinsson, Brynhildur Þórarins og Dagbjört Ásgeirsdóttir. Þau eru alltaf að gefa út bækur núna fyrir jólin. Þannig að bara 14:40 koma hérna í létta veitingar og hlusta á skemmtilega höfunda. Þá bara segjum við til hamingju með afmæli. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Og við höldum áfram föstudagsþáttinn hérna rétt á eftir.